Það alltaf leiklistarumfjöllun hérna við rauðaborðið og leikurinn sá að ég sendur leikhús og sé eitthvað og fæ svo aðstandendur sýningunum til að koma og spjalla við mig hana og kannski segi eitthvað hvað mér finnst, ég veit ekki. Ég fór á Köttur og heitu blikkþekki á milli jól og nýjárs eftir Tennessee Williams og hingað eru komnir leikstjóri sýningarnar, Þorleifur Örn Arnarsson og 3 leikarar, Sigurður Ingvarsson sem sonur, Hilmi Snær Guðnason sem pabbi og Ásthildur Úa Sigurðardóttir sem tengdadóttir. Verið velkomin. Takk. Takk. Herðu, ég byrja að fjallum þetta bara og fáránlega margan máta, en við sem bara byrja á ákvörðunum að setja þetta upp. Það svona, þetta líklega hluti af því sem ameríska nútímaklassíkin. Og verður að setja upp aftur og aftur og stundum þegar maður fer á þessar sýningar þá veltir maður fyrir sér lítu hægt að flytja þessar sögur á milli vegna þess að þarna oft það kvenhlutverkin náttúrulega svo afmörkuð og sérstök eða svo staða kvennanna, hvað möguleika þeirra í lífinu og fleira að maður veltir fyrir sér, þetta hægt og Þorleifur, þetta hægt? Já, mér finnst auðvitað þetta ótrúlegt tímabil í bæði amerískri menningarsögu og ekki síður í leiklistarsögunni. Það eru þarna kannski 30-40 ár þar sem eru skrifuð kannski 10-15 verk sem munu ná inn í kanónuna, sem ná inn í þessi örfáu verk sem eru leikin aftur og aftur. Flest leikverk fara svið einu sinni, kannski tvisvar. Þetta eru verk sem leitaði aftur og aftur og ástæðan náttúrulega bara það eru ofboðsleg gæði. En það er samfélagslega samhengi hvernig þetta verður og Arthur Miller spáði fyrir að sem sagt að með honum í rauninni eða með hans kynslóð myndi þetta deyja að eftir kreppuna miklu í Bandaríkjunum þá í rauninni kemur svona ofboðsleg atvinnubóta vinnu stefna í Bandaríkjunum þá að koma öllum aftur í vinnu og ef að fleiri en 25 atvinnulausir leikhúslistamenn eða sviðslistamenn fyrirfundust í einhverri borg gátu þeir stofnað leikhús og fengu ríkisstyrki og upp úr þessu spretta öll þessi skáld. Við erum Tennessee Williams er kannski svona sem leiðir eða brýtur þeim leið síðan ertu með Eugene O'Neill, þú ert með Arthur Miller, þú ert með Edward Albee og síðan eru reyndar miklu fleiri og síðan eru náttúrulega og þetta og þeir yrkja inn í svona svipaform stofudrama, fjölskyldu, harmleikir Shakespeare á svona í Queens eitthvað. Já, en þetta samt allt meira og minna sem uppgjör við við feðraveldi. Þeir eru alltaf að takast á við þennan sterka föður og þetta náttúrulega svipum tíma og konur þessu koma á vinnumarkaðin seinni heimsstyrjöldinni eru reknar aftur inn á heimilin með þessu ofboðslega áróðri og það verður til þessi í rauninni að búin að eiga sér stað einhver ákveðin hugfarsbylting sem verður að berja aftur niður og þessi skáld eru ofboðslega mikið að pota og ýta í þessa sem náttúrulega líka grundvöllur feudalísk hugmyndafræði í kapitalísku kerfi, sérstaklega í svona píramídastruktúruðum fyrirtækjum. Þannig þeir nota fjölskylduna ofboðslega oft til þess að tala samfélagsmál og bara svo ég klári þetta héti Living Theatre Project og þetta drepið af McCarthy-nefndinni og þeir byrja að böggast í þessu strax að því hún stofnuð 1934 á öll transkriptina af McCarthy-nefndinni. Þeir svona þykkur doðrandur sem náttúrulega að þetta var alltaf í beinni útsendingu þá þetta svo að lesa útvarpsleikrit og það náttúrulega mjög fljótt sem byrjað að saka akkurat þessa hópa að vera kommunistar og vera að brjóta niður amerísku að þeir eru alltaf að höggva í þeir nota fjölskyldu grunngildi Ameríkana. Þessu ekki að gagnrýna samfélagi sem lifa í vegna þess að vilja bæta það og hafi ást á því, heldur eru þeir handbendi erlends afl sem að grafa undan því. Já, eða bara á þessum tíma þessu ofboðslegi bardagi, hugmyndafræðilegi bardagi og hann er skilgreindur þannig að þeir sem að gagnrýna þeir séu raunverulega utan samfélagsins og séu að grafa undan því. Ég meina þeir drógu náttúrulega bæði Bertolt Brecht og ég meina Charlie Chaplin flýr land út á þessari nefnd og náttúrulega trakit inn í kringum Kazan og hvernig rauninni átar fullt af fólki. Það reyndar stórkostleg bíómynd til þetta fyrirbæri sem að Tim Robbins
framleiðir og leikstýrir með hann leikur og Susan Sarandon og sér bara allir mögnustu leikarar Bandaríkjanna að koma fyrir þessari mynd Bill Murray, hún sko stórkostleg og svona, og auðvitað náði alltaf aldrei flugi ég reyna hvað hún heiti bara maður googla bara Living Theatre Project og Tim Robbins en það leið sko þannig að þú veist þessi verk hafa relevans af því að þau eru í kjarnan að takast á við ofbærslega stóra samfélagsbreytingar og hafa það ennþá ég myndi ekki setja þetta verk upp ef ekki væri fyrir það sko. En það aftur á móti veist, sko, það ótrúlegt að því sem deyr í rauninni amerísk leikritun það hefur ekkert komið inn í kanónuna síðan að því rauninni og Martha Miller sagði að þetta færist af í rauninni því að það sé einhvers konar ríkistuðningur við þetta og fer algjörlega inn á markaðinn og þar náttúrulega ekki þetta pláss til þess að skapa listaverk sem tekst hið óbóðslega flókna samspil samfélagslega rýni og sögu mannesku sem að tengja við og þetta smitaði einhver leiti inn í kvikmyndirnar og svo dó það bara út Já, svo mást þetta gera líka alveg sér það sko Ég fæ alltaf svona smá sko, verk í líkamann þegar verið að tala hvort að sko, verk séu relevant eða ekki relevant hvort þið hafi eitthvað rými einhvern veginn á einhvern hátt við samtíman sko Ég hugsa þetta öðruvis, ég hugsa alltaf sko ef maður fer í bókaskap hjá af og ömmu og það eitthvað eldkomin bók sem á veist ekkert og þú byrjar að lesa og svo líkar þið við hann þetta alls ekki neinu flútti við samtíman mér finnst bara ef að sagan góð og það eitthvað sammannlegt þá finnst mér þetta eiga erindi en það samt þannig að til dæmis höfundar að þeir tala misjafnlega til mismunandi tíma oft eru deyja þá líða kannski svona meðan ættingirnir eru á lífi við að halda þeim á lofti svo fjaraðar út og svo þurfa það bara að bíða þangað til eitthvað nýkynslu uppgötra þannig að það eitthvað við þetta sem að tala mismunandi til okkar allra þótt að kannski verkið í sjálfu sig tali sko alltaf eins til okkar sem einstakling að þá eiga þau bara mismunandi en þú tók þetta orðið sem fellur er náttúrulega sammannlegt sko. og það er náttúrulega sko, það sem einkennir góð verk að þau eru ekki bundin í tíma og rúmi þau eru að tala til okkur þess að leikju ennþá Grikkina það ekkert samfélagslegt við Grikkina sem ennþá relevant í okkar heimslita og meiri sé að þeir eru svona stjættabardagar sem við eigum stað í dag hins vegar aftur á móti eru átökin sem stað á milli Kreons og Antigónu allt í nótu ofbóðslega áhugaverð rannsókn bæði sko í tíma og í nútímanum þannig að þú veist þetta næri einhver dýpri sannleika og mér finnst þetta verk svo sannarlega að gera það Man skiptir þetta máli en að þið eru náttúrulega bara að leika fólk sem í svona tiltölulega klassískum deilum við sína nánustu skiptir þetta máli svona samfélagslegt samhengi Sko, ég veit það ekki. Það skiptir hann rosalega máli en ég bara þegar þú komin upp á sviðið skiptir þetta þessi Tim Robbins mynd og allt þetta skiptir þetta einhverju máli? Já, auðvitað, þú veist, það ekki þetta að segja þetta skiptingu máli en það kannski ekki það sem það ekki minn þráður, það sem ég einblín á, ég algjörlega sammála Hilmi með þetta sammannlega og það það sem að maður fer í rannsókn á þegar maður fer inn í eitthvað svona og þess vegna einhvern veginn, þú veist, manneskjan breytist aldrei neitt sko, skilurðu, við erum alltaf að glíma við það sama, við erum alltaf að glíma við það að skapa okkar eigin örlög og sitja uppi með þau sko Þín háð kallinum eða kollunum bæði vegna svona kona og þarf eiginlega að ná öllu sínu í gegnum hann en líka hún lægri stjettum og fleira, hún þarf að hífa sig upp á kallinum og ég meina auðvitað það bara ennþá þannig á konum í dag kannski ekki öllum konum en það örugglega einhverjum konum og þú veist skilurðu, ég ekkert endilega ég ekkert með þetta svona klift og skorið endilega í haustum á mér fyrir hana sko skilurðu, ég ekkert endilega búin að ákveða að hún þetta er margbrotið og þetta ekki einfalt skilurðu, ástæðan fyrir því að hún þarna ekki bara að því að hún komin að lásta fólki og verður að halda í þetta skilurðu, þetta líka marglaga þannig að
Ég allavega, ég líti ekki svo á að hún einhvern veginn, hún sé bara lágstétt og verði að hengja sig á þessa hástétt. Það alls konar að baki þessari hún líka bara að berjast fyrir, skilur, maður verður ástfanginn og það blómstarar eitthvað og það síðan einhver skekkja og hún stækkar og síðan var komin í einhvern ómöguleika. Maður líka bara að berjast fyrir því lífi sem maður var búin að ímynda sér að maður væri að fara að lifa við. Já. Og síðan allt í einu bara komin einhver óbærslega atburðarás og þú í miðjun á þessari atburðarás og mér finnst mjög skiljanlegt að þú berjist fyrir réttið þínum innan þeirra atburðarásar alveg bursið frá en síðan hittur allt bara strengir sem ég held að flestir myndu, þú veist, þannig að mér finnst þetta hún ekki, þú veist, undir okkur kona sem að... Nei, hún ekki, ég sé það, ég sammála því. Hún getur það nú alla því að maðurinn hennar eiginlega hættur. Já. Það erfitt að undir okkur á. Já. Því hann eiginlega bara passífur. Já, jú, ég meina, hún hefur val eins og allir. Aðeins varðandi hana, ef við værum í Ameríku og værum að horfa á þetta, þá væri líklega sko textin þinn myndu ykkur leiti segja mér út í sal að þú sért af annarri stétt en þau. Það eiginlega aldrei á Íslandi. Nei, við erum náttúrulega ekki með hennan reym eða accent. Ég held að við séum með það sko, ég held að bara höfundum okkar séu ekki að skrifa upp í þetta sko. Það bara við bara að fáa sem eru með nógu góð eyru til að skynja þetta og hafa þetta. Já, þú mennar að, bara... En það kannski meira sýnt sko, málfarið. Já, ég upplifði það minna sem málfar hjá okkur. Ég upplifði það meira í til dæmis eins og bara fasi á milli mín, til dæmis ef við tökum bara mig og May, sem svilkona mín í verkinu. Og klæðaburðurinn okkar og það hvernig við berum okkur og hvernig við kannski komum hugmyndum frá okkur. Mér finnst það alveg bera vott það hvaðan við komum sko. En mér finnst þetta mjög áhugavert. Já. Að þýðandi sko færi kannski þessa leið einhvern tímann með eitthvað verk að skrifa það svolítið fáir höfundar sem að gera þetta já, einmitt sem að skrifa bara í bækurnar sínar við erum líklega út af sko kúun íslensku tungunar þá erum við alltaf að skrifa talmál eins og ritmál í bókum og sömuleyti eru þið látin fara með ritmál upp á sviði En hann gerir það svolítið hann Tennessee Williams sko, hann skrifar upphafið smá upphafið og það er oft svona ljóðrænar setningar og hjá öllum sko Mér finnst samt að mér finnst sko þýðendur reyndar hafa ofnaði þegar við lásum þetta fyrst þá var maður stundum að hugsa sko býtum við er þetta orðfæri hvernig tala þessi kynslóð öðruvísi en þessi kynslóð og svona síðan þegar maður eru komin út á gólf þá var maður svolítið fljótur að skynja að sko maður skynjar þetta með svo orðfæri pappans að það er annars vegar ákveðin svona durgur sko svona durgsháttur sem kemur bara sko beint úr fortíðinni hjá honum og síðan meiri skriðþungi í öllu sem hann segir en síðan og það verður svolítið fallegt en síðan á hann líka aðgang að einhverju lífsheimspeki sem að brýst í gegn sko og þetta verður svolítið svona svo bardagi innan karakters á milli sko mismunandi í rauninni æviskeiða og mismunandi svona upplifana sko Ég fyrir ekki Mér finnst það svo áhugavert sem að sko, þessi hugmyndum sko, að því að sko stétta bardagi birtist náttúrulega ekki síst í dag í rauninni aðgang að menntuðum tungumáli og Það ætti ykkur höfundur að rannsaka það hvernig talar fólk sem kannski með bara 250 orða á íslensku af því að lifir svo mikið í ensku Við verðum að fara í þetta Þetta er mjög áhugavert Já, þetta er svolítið áhugavert Herðu, þegar þetta byrjar það byrjar á sko hlýtur að vera alveg rosalega erfiðri senu þú talar Já. Og þú þarft eiginlega að segja okkur hvar við erum og hvað er að fara að gerast og svo þarftu líka að koma þér til skila og ef þetta væri svona aría þá var þetta sko ótrúlega erfið aría fyrir söngvarann af því að það er svo mikið sem þú þarft að gera í leiðinni á meðan þú ert að koma þér til skila
Já, þetta ekki bara ótrúlega erfið arja fyrir leikarann líka, sko? Þetta alveg erfið arja. Með sko, mesta nump í tvísöng sem að hefur sérst á sviði, því hann eiginlega gefur ekkert á móti, sko. Já, nei, þetta alveg... Ég held að sé erfiðar fyrir mig, sko. Hættar þessu að áverðu fara að hugsa, sko, hvaða maður þetta eiginlega? Já, ég get alveg tekið undir það. Þetta alveg svona svolítið marathón, sko, að gera og marg líka svona... Líka allt kallt, sko, mæti bara köldum áratum og þú þarf bara að keyra í gang. Ég þarf að setja svolítið, ég þarf líka bara að setja svolítið tónin fyrir svolítið margt, skilurðu, og halda svolítið mörgum boltum á lofti en þetta þetta svolítið ferðalag, sko. Þetta svona alls konar litir í þessari fyrstu arju, sko, sem þurfa að komast til skila. Og þetta er stóra arjan þín, þú kemur náttúrulega aftur, en þetta er náttúrulega, ef þú lendir þessar ekki, þá ertu búinn, bara. Það gerðist í gær, sko, sýningu að hún talar náttúrulega svo mikið og það er svo erfitt fyrir mig að og þú svo lítið. Ég er svo lítið. Ég er bara með svona setningar hér og þar og ég þarf að ná kjúunum, hvað segiru? Já, sem er oft bara, varst að segja eitthvað, bara eitthvað svona, sko, bara eitt nema í gær, þá er ég að bíða eftir einhverju kjúi, og segja eitthvað og það kemur ekki. Nei, þá var ég á allt öðrum stað í verkinu og hún var að bíða þegar ég segði eitthvað en ég fatt ekki neitt. Þú hefur ekki lært hennar arju nú vel. Nei, ég meina við erum búin að gera þetta náttúrulega alveg 100 sinnum bara á æfingaferlinu, sko. Þetta hefur ekki komið fyrir að ég bara en svo hoppuðu við aðeins áfram og Hvað gerist þá þegar það gerist? Þá gerist eitthvað töfn, sko. Þá fór í gang eitthvað svona kannski 3 sekúndna eða eitthvað hugsun hjá mér því ég vissi nákvæmlega hvað vorum, ég gat ekki svarað. Ég gat ekki haldið áfram ef hann kæmi ekki með spurninguna. Þannig ég hugsaði bara, hann segir þetta, ég svara þessu, hann segir þetta, hvað kemur næst, ok, þessi replika, nei, ok, ég fer bara þarna inn. Og svo bara ég að reyna að leika og muna á sama tíma. En þú byrjar á svona trukki en þú Sigurður byrjar alveg eiginlega í svona stöðu gagnvart áhorfendunum að það eiginlega gefið að áhorfendunum bara leiðist þú eiginlega. Já, þú ert eiginlega alveg og munið til bíómyndinni, því að náttúrulega séð hana. Þá þessu bjargað með svona nærmyndum af andlitinu á Paul Newman. Já. Þannig að þá var ég að hugsa hvað þú ert að hugsa yfir ræðinni hjá Elizabeth Taylor. Einmitt. En þú færð ekki svo lýsi leikhúsi? Nei, og ég fæ heldur ekki, sko, áhorfendur á eina hlið, heldur erum við að leika í hring, áhorfendur sitja í allan hringinn í kringum okkur. Þannig að maður er alltaf með bakið í einhvern, sko, og þetta er svona, í kjarna leikarans er þetta svolítið erfitt að maður á að reyna að vera opinn og sýna, eða þú veist, ekki endilega sýna allt en maður vill koma ykkur til skila, sko, og þá er mjög erfitt fyrir að hafa svona lítinn texta og eiga að vera líka svona lokuð týpa og ofan á það að, sko, áhorfendur, þú getur ekki látið alla áhorfendur sjá þig, sko, þannig að svona, þetta var svona mesti kvíðinn hjá manni þegar maður var að æfa þetta, sko, en svo er þetta bara svo, maður fattaði eiginlega bara fyrst, sko, núna á sýningunni í gær, þá fann maður eitthvað svona gífurlegan slaka út af því að maður heyrir bara hvað þetta er ótrúlega vel skrifað og þetta heldur svo vel og Úa heldur svo vel á þessu. Þetta er náttúrulega næstuði bara eins og monólógur hjá henni að ég fekk svona algjört æðruleysi bara svona, þetta er það gott og þetta er það áhugaverð saga, ég þarf ekki að gera neitt, ég þarf bara að vera í situasjóninni og hlusta og þú veist, og stundum sónar hann út, sko, og er alveg bara svona þú veist að segja eitthvað þetta er þægileg innivinn Já, en þetta er, sko, að þú veist, að það er alltaf að kjúa upp með þetta verk og mörg af þessum verkum, þetta sé svona well-made play, en þetta er náttúrulega algjörlega radikal hvernig þetta er skrifað, en maður skynjaði það þegar við vorum komin út á golf, sko, hvað Tennessee Williams sko, hvað hann hefur mikinn áhuga á leikarannum líka,
að því að sko, þú veist Brick með risastórt lindamál og eða ekki kannski lindamál, þetta hann að takast á við alveg ofbóðslega erfiða hluti og er að reyna allt sem hann getur til að flýja þá og þessi doði yfir hún með byrjun að það bara verið að halda hurðum lokuðum svo að hann bara springi ekki í loft upp en sko en það fer heldur betur að gang sko í seinni stóru sinni á milli þeirra já, en þú veist, þú hugsar frá leikarunum þá henni krafist sko ofboðslegar auðmýktar frá leikarunum að þú veist, að því að þú verður að komast á stað að eignast eitthvað ákveð aðruleysi fyrir því að rauninni afhenda ykkur öðrum sviðið og jafnvel vera óhugaverður eða hafa ekki samúð og sko, en á sama tíma náttúrulega byggist upp ákveðið sko óþol til að fá að segja sitt sem hefur síðan sko útrás 1,5 klukkutíma seinna og þetta verður svo mikið eins og lífið. Já, en er það ekki þannig að leikarinn hefur þrá yfir að áhorfendur skilji sinn? Já. En þú hefur eiginlega engin tæki til þess að fá skilning. Nei. Þannig að þegar þá kemur að því að þá eru áhorfendur orðnir svona svolítið skeptískir gagnvart þér eða það þarf að berjast fyrir lífið. Þá þarftu að gefa í til þess að ná þannig að þú eiginlega byrjar á mínuspunkti á meðan að þau kannski fá að byrja á 0. Já, maður fær að vera Er þetta ekki svona? Jú, maður fær að vera svona 3-0 eða 10-0 undir og síðan Og er það óþolandi að vera leikari upp á sviði og vilja að áhorfendur skilji sinn en fá ekki tæki til þess það hljóta að vera mörg verk sem eru þannig bara ekki nógu vel skrifuð að þú kemur ekki þínum til skila Ég hef samt aldrei séð verk sem, sko, þetta verk held ég, þess að segja, sko, þetta svo bóðslega radikal, þú ert basically með sko, klukkutíma monolog eða 50 mínútur monolog síðan kemur örstutt sko, svona sena með öllum og síðan byrjar önnur 50 mínúna þetta eru 2 langar 2 mínúna sinnur nema það sem svo snildarlegt maður sér þetta oft í sjónvarpsþáttum sérstaklega svona miðlung sjónvarpsþáttum þá fyrsti þátturinn, það leikarar í mynd eða karakterar í mynd að segja manni hvað serían hún að gera það en það allt undirbyggt af ákveðinu sko innri nauð þannig að sko sagan revílar það sem við þurfum að vita ekki að nú fæ ég að vita við erum að Fáskrúðsfirði eða þú veist við erum í þessu þorpi í Bandaríkjunum og maður upplifir bara þessi setning var bara skrifuð svo ég áhorfandi fá að vita sem að þessu þorpi í Bandaríkjunum heldur allt notað sem sko bæði innra dræf og upplýsingagjöf og auðvitað þetta er rosalega erfiður þessi fyrsta sena fyrir leikurnar sem leikur Maggi að því að eins og þú segir það hlýtur að vera að koma inn í svona ég veit ekki hvað það sé kallað kaldur salur eða eitthvað já, ég menn það allir kaldir, það voru bara allir að slökkva á símanum sínum og södra síðasta kvítisklassi þú settist niður og hvað kemur núna og síðan þú veist það þarf þú veist að þetta er svo heitt verk það er svo mikil átök og þetta var mikil dans að leita líka að þú veist hvernig á að byrja þetta einhvern tíma byrjuðum við alveg óbóðslega dramatíst þá fundum við bítu þegar við eigum ekki inn í þá léttu við fyrir hlutan og gerðum meiri nánd á milli þeirra það er orðið of mikið þá gengur ekki upp sko sársökin fyrir hana að berjast við henni þú veist þetta var rosalegu dans að finna það þarf líka að vera svo mikið undir öllu í byrjun til þess að þetta gangi upp sko af því að þetta er svo langt það þarf að vera svo rosalega það þurfa að vera svo sko margi litir og alla tilfinningarnar í þeirra samböndum sem hún er að tala þurfa að koma fram en á sama tíma megum við ekki revíla öll kortin því þá átt ekki sko, þú veist ég upplýði á þetta er allt öðruvísi því þetta er kannski líka fyrsta skipti sem ég bara tek text að lesa og bara ok, þetta er svo góðu texti hér þarf ekkert að þú veist við sko reyndar það sem við gerðum að við sko þessi það er okkur svona tíska staðfæra hluti mér finnst það alltaf pingu hættulegt að það koma alltaf einhver klöss það sem er bara búin að færa eitthvað inn í annað samhengi og það bara ganga sem hlutir ekki upp að þeir eru einhver síður sko menningaspecifískir Svo er það að færa áhorfandan bara til Nei, eða bara svo við bara dróum úr Ameríkutengingunni með því við erum ekki að tala háskólinn í Mississippi og þau eru ekki við bara dróum úr þú veist, eða þetta er ekki amerísku fótbolti því að það að díla við að vera mögulega samkynhneigður er alveg stort vandamál það er ekki einn samkynhneigður fótboltamaður í allir Evrópu það er engin fótboltamaður sem spilar atvinnubolta í Evrópu sem eru opinberlega samkynhneigður ég held fyrir ekki einn í Slóveníu
engin annar. Og svo dæmum það að menn að koma út úr skápnum og hætti í fótbolta stuttu Já, eða koma út úr skápnum stuttu eftir eru hættir sko. Menn fá ekki endurnýjan samning ef það Nei, þetta bara menning sem leifir það ekki þannig að sko, þú veist, þannig það svona kannski leiðin sem við fórum sko handritalega séð, en hins vegar sko, og ég held að sko bæði fyrir leikan fyrir leikstjórun líka að sko það þarf að hugsa þetta sem svolítið gott fallið þú talar þetta svo Aríu sko maður þarf að hugsa þetta líka svolítið eins og tónlist sko tungumál sem tónlist en líka tilfinningalegt ferðalag þetta er tilfinningaleg tónlist og hún líka menn, þú veist, ef maður skoðar þetta bara tónlistarlega þú veist, þú verður að setja inn ákveðin stef í upphafi og síðan er þetta alltaf sko útfærsla á stefi eða leiðarstef og svona nokkur leiðarstef og síðan hvernig þú spilar leiðarstefin í byrjun og hvernig þau eiga hljóma í lok má ekki vera sama útgáfan af því sko. Nei, það verður að vera balans Já. Þetta er svolítið svoleiðis Þetta fjallar margt þetta fjallar samkynhneigð og fleira en einhver leyti fjallar þetta náttúrulega bara svona tilvistarlega stöðu mannsins sem dýr sem að deyr held ég sér sagt í verkinu og sem eiginlega óhæft að vera í samskiptum hvort við annað, nær ekki að vera með einlæg samskipti sín á milli og rífur hvort annað á hól meira minna þetta þannig sýnin í mannfélagi sko. Þetta er ekki svona við erum bara þannig, þetta er bara grimm kannski ekki grimmt fólk en fólk sem er svo sín að þarf að sækjast eftir einhverju og þá til í að fórna einhverju eða stíga yfir einhver mörk og milli bræðranna og út allt og milli allra parana sko. Það er ekkert að þessu svona þetta er ekki lukkuleg pör þetta leikur sem erum við svona eða er hann að segja okkur það að við séum svona næstu óhæf að eiga eðlilega samskipti ég upplifi ekki endilega þannig ég upplifi að manneskjan er bæði óskaplega falleg og óskaplega ljót á mismundi tímum ævinar sko. Og ég held að þú getur sett þetta sem að Hannah Arendt þetta að benda á í Eichmann réttarhöldunum þú veist þú veist, nasistar voru ekki skrimsli heldur var þetta fólk sem var komin í ákveðnar aðstæður og þjónustar aðstæðurnar þannig að sko að geta okkar til mikillar grimmdar og mikillar hörku er gríðarlegur og bardagi okkar í lífinu er kannski mörgu leyti sá að halda aftur af sko hinnu dýrslega eðl okkar og það er náttúrulega kemur siðmenningin sko til sögunar að við búum til samskiptareglur og við afhendum ákveðið vald frá okkur eitthvað annað til þess að við lifum ekki í, hvað maður segja, svona ysta excess en síðan þegar þessi aðstæður komu upp og ég held að fari enginn í gegnum alvarlega áföll missa barn, erfiður skilnaður þú veist og maður hefur séð fólk skánar við það Já, en það versnar fyrst og þegar að fólk er í ofboðslega erfiðri stöðu að takast á við dauðan, að takast á við stór eða einmitt svona þegar samböndur orðin svona brotin þá birtist oft sko þegar er dýr sem er búið að króa af þá birtist grimmustu og hörðustu hliðar okkar en það sem ég finnst svo magna við þetta verk við erum að horfa á ofboðslega grimmt fólk en einhverstaðar tekst samt að ná í gegn óbúðslegri mennsku og skilningi að þeim dreymir öll að vera einhvern veginn öðruvís og eru kannski að reyna það. Sko, ég upplifi þetta rosa mikið þannig að sko, eins og með Maggi, hún er bara að berjast fyrir lífi sínu. Hún hefur alltaf þurft að gera það og fólk sem hefur verið, sko, hún er alveg upp í lástétt og hefur þurft að einhvern veginn hún hefur þurft að berja sig áfram og fólk sem hefur verið þú veist, eins og þú tala grimmdina fólk sem hefur verið meitt í gegnum tíðina það meiðir aðra, það er bara þannig og það er ekkert endilega meðvitað það fer yfir mörk annara vegna þess að það er að berjast fyrir sínu en það þekkir ekkert annað og þá kemur einhvern veginn í ljós þessi grimmd og illska sem er í rauninni byggð bara á því að litla brotna stelpan
bara að öskra á ást og eitthvað í gegnum sársauka, skilur. En í þeim heimi að þá það svo sem að endar á efst á haugnum sem líklega pappinn, að hann líka svona særður lítill drengur frá því einhvern tímann sem hann hefur sett á hold og verið að meiða ykkur alveg út og suður, meitt alla í lífinu og svo þegar hann horfir fram á dauðana þá kemur kannski í ljós að þessi litli særði en þá hann bara ótrúlega vanþroskaður og eiginlega óhæfur í að taka á móti neinu sem aður. Já, þegar það kemur að því þá kemur hræðslan upp í honum og þá verður hann bara lítill drengur og lætur soninn hugga sig. En svona yfirvaldið og grimdið í honum mótar heim allra hinna þannig að samfélagið okkar það bara keyrt áfram á slíku. Já, ég held líka bara hann svona self-made man og komin upp, hann sveitadurgur í grunninn. Svo hann búinn að koma sér í þessa stöðu, hann orðinn stærsti landeigandinn á svæðinu og komin í þá stöðu og þið viti hvernig svoleiðis fólk svoleiðis menn, maður þekkir þessa típu. Það náttúrulega neyja sig allir að honum. Já. Það náttúrulega, það eru aðrir sem fær honum þetta vald. Já. Og allir háður honum einhverjum. Já, allir háður. Röddin hans verður sterk af því aðrir gefa honum styrki. Já, og svo finnst honum náttúrulega að fólkið í kringu sig hafi ekki unnið til þess að fá neitt af þessum peningum og hann sér bara aumingi og dugleysi. Og það eitthvað það sem knýr hann held ég áfram í sig. Það eins og allir auðugir telja sig hafa orðið auðuga fyrir eigin verðleika. Já, og aðrir sé ekki auðugir vegna þessi skorti verðleika sem þeir hafa. Akkurat, ég held að hann sé alveg þess. Þinn alveg svoleiðis, dæmigerður svoleiðis maður. Já. Það sem að miðast áhugavert að því að svo mætir hann dauðanum einhvern veginn Já. En hvað hann þá hann með svona ráa sjálfsvorkun og alveg ótrúlega álapaleg manneskja Já, eins og allir eru þú veist, það virkar stór og sterkur en það svo ekki þegar hólmennu komið ekki gagnvart dauðanum það mismunandi hvað við erum stór gagnvart dauðanum en hann ekki stór þegar hann stendur andspænis honum Þetta eiginlega mannfélagi sem hefur verið að sýna þarna. Þetta bölvaður drullupittur Já. Já, ég meina auðvitað líka mjög sterkur þráður hann bæði tengist Bandaríkjunum þetta með eiga jörðina, eiga landið sem náttúrulega kannski bara eitthvað sem að bæði í samhengi Bandaríkjana náttúrulega byggt á blóðbæði en hins vegar líka þessi Þetta þið kvóti ef þetta þið heimferð Já, en það líka þessi svona algjöri eignaréttur og hugmyndin að þetta tilheyri þér og Þú ert á landinu mínu, ég get skotið þig ef þú ferð á landinu Já, ég þekki nú bara eitt hann í bónda í Austurríki sem skýtur alltaf á hann er að rækta biosúkíni og það kom aftur svona eftirlitsmenn frá Evrópusambandinu og vandamálið það að það liggur vegur í gegnum jörðinans og hann þarf að keyra traktorinn yfir veginn og út af því hann keyrir traktorinn yfir veginn þá þarf hann að skipta, ef hann ætlar að vera bíó þá þarf hann að skipta dekk til að keyra yfir veginn og skipta aftur og þetta finnst honum svo brjálæðislega ósanngjarnt að hann tók upp á því að skjóta það úr fjarska bara það segir sig að elda héra þannig ég bara en auðvitað verið að líka takast á við í verkinu það komin ofboðslegur auður og hann skilgreinir allt og eldri bróðurinn hann og kona hans eru að reyna að vinna nú þau vita hann að deyja og því haldið leyndu fyrir honum Þau hafa gert allt rétt til þess að ná þessu Já, með þau samfélagsmyndinni eru þau að gera allt rétt Á meðan að pappinn ætlar að veita honum þetta fyrir náð Já Þetta er ekki svona guðfræðileg hugtök í þetta Önnur eru að reyna að gera allt rétt en hann reynir ekki að gera neitt rétt en Nei, og kannski... og þarna kemur barna mismununin, hann bara favorite the favorite son og hann vill helst að auðurinn farið þangað Guð náttúrulega aðal patriarkin og hann deilir náðinni svona Já, en þetta auðvitað líka þennan ótrúlega spillingarmátt mikill auðafa af því að maður veltir alveg fyrir sér að ef að verkið snýrist bara ást föðursins þá hefði það ekki þess að það þarf þetta kombo, það er eitthvað tilfinningalegt, eitthvað andlegt en það er líka eitthvað veraldlegt og það verður svona spillingarafl sem að allir geta ekki losa sig undan
að verða að ásennlegast auðin og það kannski gerir Brick einhverju leiti sko sympatískan í verkinu að hann svo eini sem sko, hann náttúrulega að drekka sér til dauða, hann ekki svo að nota heilbrigðar aðferðir til þess, en hann svo eini sem virðist ekki vera obsessed af sko hinnu materialíska. Og það sögulegt að þá þetta frá tímabili í bókmenntum og listum að fyllibittan gat verið rödd sannleikas sem ég held að sé geta bjóða neinum upp á lengur. Þið kannist við þetta, þú hefur að leikið svona, það er að fyllibittan hann sér heiminn einhvern veginn öðruvísi og það er jafnvel í verkinu. Bukowski? Já, og það er jafnvel í þessu sko að hans ákvörðun að drekka sé eðlileg. Að það að þetta sé svo mikil ormagreifi og ógeð að eiginlega eina, kannski við erum ekki við lausnina, hvernig við erum að hafa mannfélagið, en það þá er allavega eina raunhafa leiðin til þess að taka að bara ganga út úr þessu og drekka sig frá þessu. Og þá er ég segja þetta vegna þess að hann er rödd sannleikans, hann afhjúpar ykkur, en hann er ekki með lausnina, sko, hann veit ekki hvert á að fara. En það að hafa ekki lausnina, en að þá allavega labba út úr þessu og loka eftir sér, það er bara sómasamlega leið. En ég er hægt að selja svona fyllibittur í dag. Hvað segirðu? Það er hægt að selja svona fyllibittur í dag. Já, kannski þetta er náttúrulega aðra hugmyndum fyllibittuna, þetta er að fara okkur tíma sem að var smá eins og næstu heilalegi yfir fyllibittunni. Já, en þannig kjölfari kemur mjög drikkfell listamanna kynslóðir. Já. Það er svo Íslandi sem að drukku ferilinn á Símonabar á naustinu og svona hugmyndunum að með drikkju og svona gætur ná þessari stöðu að vera píliti fyrir utan og séð eitthvað. Píliti bóhem svona. Já, bóhem, en ég veit ekki alveg hvort að einhver myndi kaupa þetta í dag. Bara þetta náttúrulega hægfara sjálfsmorð, þetta er sjálfseyðingakvöld, algjör sjálfseyðingakvöld, hann er bara... En þó hann sé í því að þá er hann líka einhvern veginn með þetta hlutverk að sjá í gegnum þetta. Já. Og drekkur út af því hann sér í gegnum þetta, eða sér hann í gegnum þetta því hann drekkur, ég veit ekki. Já, síðan er hann náttúrulega líka bara með ofbúrslega stórt sár og lindamál sem hann getur ekki horfst í augu við, þannig að það er ekki... Hann er ekki bara í sannleikanum, sko. Nei, og maður veltir sem fyrir sér, sko, leifir hann sér að fær hann aðgang að því að geta hort í gegnum þetta og dæmt alla aðra að því að það er fullkomin afsökun til að þurfa heldur ekki að díla við stóra sárið í sjálfum sér, sko. Þú veist, þannig að það er ekki einu sinni þetta er einslít hjá. Hann sér í gegnum þetta, en hann kann ekki næsta skref, sko. Nei. Að því hann sjálfur býr við mikið óheðilega hann sjálfum sér, sko. Ok. Í anstöðu við óheilindin og óheðilegan en svo getur hann ekki forðast það sjálfur og það er það sem að... Hann er ekki Jesú. Þetta er gamla hugmyndin, sko, við vitum alltaf sko lausnin á vandamálunni hjá náunganum, en við getum aldrei einhvern veginn fótað okkur í okkar eigin vandamálum. Er það ekki bara sannleikurinn? En sér er líka bara oft svo áhugaverð, sko, að hvernig faðirinn konfronterar soninn. Sko, bæði er að annars vegar, sko, ég ætla að bjarga þér, ég ætla að bjarga þér saman hvort þú vilt það eða ekki, en þegar að sonur fer í ganga að útskýra hvað er í gangi og þarna finnst mér þetta verða svo áhuga, svo djúps innsýn líka inn í alkoholisman. Hann segir, þú veist, hann segir sögu og hann segir þetta eru undanfærslur. Þú veist að það er einhvers staðar líka í pappanum alveg ofboðslega djúpt mannlegt innsæi að því að kannski þetta eru kendir og þetta eru bardagar sem að hann er þó komin lengra með og þorir að konfrontera hann á því að það sem hann er að segja sem hljómar mjög plausible. Hann gefur útskýringar sem hljóma mjög svona eins og sé ákveðin niðurstað eins og hann réttlætingar hans. Já, ef hann látið þær standa myndi bara sitta eftir að segja, þetta er örugglega ástæðan fyrir því hann er svona. Faðirinn spyr hann 2 og 3 hver er þetta að sleppa, hvað vantar? Já, hvað vantar? Þú ert ekki að segja mér allt. Hvað er það sem vantar? Hvert er leyndamálið þetta? Máttu segja það? Það er bara hver áhorfandi að gera upp í sjálf á sig, sko. En þú veist, jú, auðvitað er það að hann er náttúrulega ég veit að hann er að deyja sem pappin veit ekki og hann er svo eini sem veit það ekki og ég þykist vera svo
heiðarlegur og fyrirlítur allan óheiðarleika og lega en svo getur hann ekki svo lígur hann bara sjálfur eða hann getur ekki hann hefur gullið tækifæri til þess að vera heiðarlegur en hann gerir það ekki. Hverju hann að ljúga sjálfur sér? Hann bara á stöðum flótta sko bara flótta við það er alltaf vininn sem að hvarf og hérna og hann með djúpt samviskubit vinur hans deyr og honum finnst að vera honum sjálfum að kenna að hún hefði drepið hann eiginlega? Já, sko já ég meina þú veist að hún segir að hún hafi í rauninni ítt honum yfir brúna en hérna en það er hann sem að ber sko ber þetta samviskubit og hérna Já, finnst það vera sér að kenna Já Hún getur ekki alveg að opna sig með hvers vegna og svo verður áhorfandurinn bara að skoða það. Já, maður vil ekki segja mikið sko. Þetta fjallar eitthvað litið samkynhneigð. Já, og svo er þetta bara undanfærslur hjá þér. Svo getur maður ekki sjálfur satt sannleikann sko. En svo er þetta með að hann það er búið að vera pískrað það að hann Brikk og Skipper hafi verið einhver meiri ást þarna en bara venjuleg vina kærleikur þarna á milli. Þarf það að skipta svo miklu máli hvort að það veri kynferðisleg ást eða ekki vegna þess að einhver leyti þetta kemur náttúrulega sterkast fram í ykkar tísöng að að þá er verið að þið veru með í þessum heimi þar sem allir eru grimmir og allir eru með svona rífa hvort annað í sundur að þá eru samskipti sem eru hreinni og eru svona eðlilegri og gefandi. Það er samband hitt við Skipper sem er bara utan sögu. Og svo er það eiginlega þrá þín eftir slíku sambandi og ástæðan fyrir því að þú velur hann frekar ykkur aðra. Já. Það er eitthvað taug sem er á milli og við kannski þekkjum þetta í lífinu að við getum verið bara tengdari öðru fólki en annað en öðru. Já. Og einhver leyti fannst manni í þeirri senu að verki verða svona eins og tilvistarlegt sko, svona þetta að hvað væri raunverulega hvað við hefðum eiginlega litla getu til þess að verja slík samskipti og takast að byggja sko samfélag upp á þeim á meðan við værum bara föst inn í heimi grimdarinnar. Þannig að í því tilfelli fannst mér eiginlega ekki skipta máli hvort að þú sást á Skipper eða ekki sko. Þetta var raunverulega bara svona alvöru tengingu á milli fólks. Og þeir reyna að ná því en eins og sonurinn segir það, alltaf þegar við tölum saman þá talar þú bara og talar í kringum hlutina en eins og þessi þrá eftir nánd eða nálgun en ekki alveg getan til þess að fara þangað sko. Þeir senast snýst svolítið mikið það. Og þú getur haft þessa tengingu án þess að hafa getuna til þess að ástundana. Já, akkurat. Það er eiginlega þinn kall sko. Já, akkurat. Sem að ég veit ekki hvort að við þekkjum í eigin lífi eða frá fólki eða eitthvað. Já, það er alveg óbúslega áhugavert að sko Tennessee Williams er samkynhneigður og var með og þurfti að vera með það mjög í félum og takast á við mjög mikla samfélagslega fordóma og takast síðan að skrifa verk þar sem að þú setur það þema inn en heldur því engu að síður á svona leveli þar sem þetta snýst eitthvað stærra heldur en bara það sár. Það er held ég það sem gerir verkið svona stórt. En það er líka svolítið talað í kringum það. Já, það er talað í kringum það. Hann talar í kringum það, hann fer ekki alveg að því. Nei, en það gerir það stærra sem þú ert benda á og þar leiðandi snýst þetta kannski líka bara sko að geta átt innileg samskipti og kannski er ástæðan fyrir því að Brikk er að taka svona mikið á við þetta að hann hefur heldur ekki tólin. Hvort sem hann skilur upplifði kynferðislega löngun eða ekki að hann hafði ekki tólin til að komast að því. Þannig að hann situr uppi með að þessi vinur hans deyr og hann situr uppi með ósvaraði spurningar gagnvart sambandinu við hann en ekki síður gagnvart sjálfum sér. Og mér finnst það svo merkilegt í ljósi þess að Tennessee Williams er kannski að skrifa svona einn af sínum stóru persónlegu særindi í lífinu
en gerir það ekki eins og maður upplifir oft í dag það sem er verið að takast á við samfélagslega málefni og svona einstaklingurinn í einhvers svona bardaði samfélagi það er farið alltaf beint í sárið sjálft og það er talað það sem absolutt að takast að skrifa verka sem er að takast á við svona stór samfélagslegt sár og persónulegt en ná að stækka það upp á tilvistalegt plan og það er þar sem held að verk tali svo mikið sko miklu víðar heldur enn í einhvern ákveðin hóp af því það nær á svona stórt tilvistilegt svið sem hjá honum er það að ást hans á Skipper drap Skipper og það að stærsta gjöfin sem honum var veitt í tengingu við aðra manneskjur, hann tókst ekki að halda því út af því hann steig ekki skref og þar framdi göttunum þannig að þetta þarf ekki að tengja samkynið frekar en hverju öðru Nei, en það er samt talandi sko hvað er relevant í samtímanum og ekki þú veist, einhverjir getur sagt hvað, ég meina það er öllum sama að menn séu samkynhneigðir í dag hvað er það? Já, en það er ég meina það virðist, það sem er svo flott við þetta er að það virðist öllum í rauninni vera meira sama eða þú veist líta á þetta sem ekkert svo óeðlilegan hlut samkynhneigðina en það er hann Briggs sjálfur sem fyrirlítur það mest og segir sjálfur veistu ekki hvað fólki finnst þetta ógeðslegt? Já, eða segist, fyrirlíta Já, ég er að segja það og þannig að hann er í mesta baslinu og það er það sem að það er það sem að maður tengi við í dag sko að maður er alltaf sem eigin vesti óvinnur, maður er alltaf dæmis sjálfur mest og ég held að hann hafi bara ekki hugmynd hvort að hvað hann er og svo er allar skilgreiningar og fólk vil skilgreina þetta og hann segir bara hvað máli skipti það hvað ég meina við áttum bara eitthvað sem var satt og sem var reynt einlega sem er fágæti í þessum heimi og af hverju þarf það kallast eitthvað abnormal af því að samvinnur vinátta í þessum heimi er mjög abnormal sko það getur enginn verið vinnir Þetta er á litla sviðinu og það er svolítið svona notað það er svona meiri nálaði eiginlega áhorfendur heldur en mér finnst það líka ágætt að maður sá alltaf áhorfendurna hinum minn mér finnst alltaf gaman að horfa á áhorfendur í leikhúsi ég kíkja oft aftur og svona af því að sjá hvernig leikritið hittir annað fólk, það er gaman að því en það er náttúrulega leikarinnir innanum og saman við og á hverju er þetta á litla sviðinu? Vildu þú það eða? Já, að því að mig Ertu að jafna þig á stóru óperunum og Bauhaus timburmenni? Nei, einhver leiti er ákveðin sannleikur í því sko. Ég meina síðasta sýning sem setju upp er í Bayreuth sem er eitt stærsta svið í heiminum og þú sko ert með 22 raðir og þú situr í 50 metra fjarlægð og það er svo stór vél þetta er svo sko þú með 100 manns í kringu sviðið sér þetta með og eins og í óperun sér þetta með kór og sér þetta með heila 300 manns hinum megin við vegginn sko þannig að en það er líka bara ég vaknaði svolítið upp við að í 15 ár hafði ég alltaf sett upp á stærsta sviði þess leikhús ég var að vinna hjá og sýningarnar þetta voru mikil sjónarspil og svona og maður var oft líka að skrifa og maður var að snúa við og snúa upp á og það var bara komið bara djúpstað þrá í mig Þetta er með meiri auðmýkt og hóverð Nei, ég er leikari menntaður í grunninn og leikhúsið mitt hefur alltaf snúist í raunin að skapa stór ég stilli fólki aldrei upp í myndir það þarf að koma úr innra lífi þess sem við erum að gera og mér langaði bara aftur í miklu meiri nánd og vinna bara nær kjarna leikhúsin sem eru auðvitað leikarinn og og ástæðan fyrir litlasviðinu var bara einfallega svo að litlasviðið er byggt sem hringleikhús og er sjaldnast notað þannig og sko þau tala oft það í verkinu þú veist, það er verið að hlera það er verið að snuðra það eru allir með augun á þeim og
og ég hugsaði sko, og þegar við Erna vorum að undirbúa þetta, þá ræddu þetta voru mjög fljótt, vorum við alveg sammála um þetta, að skapa einhvers konar vígvöll í orðinu innan áhorfundur með áhorfundur allstaðar og setja sko leikara inn á milli til það var þess rúmið í miðjunni sem kannski svona mest í prívatstaðurinn. Já, og síðan það, þú veist, þarna finnst mér svo fallegt sko að Erna sko henni mjög umhugað, hún er málari og hún málar mjög atmosfærist og mjög symbolist og henni fannst svo mikilvægt að það yrði sterk metafóra án þess að hún yrði svo frek að hún tæki yfir sögnin, heldur hvaða metafóru var þetta að leggja þarna inn sem næði einhvern veginn að þjóna bæði verkinu, leikarunum en engu að síður líka að skapa einhverja umgjörð sem veldur hughrifum umfram að þetta sé einhvers konar raunveruleiki sem þú ert að horfa á og með því að í rauninni að setja grasjörðina undir setja sér í grasið hjónarúm sem er alltaf kannski svo staður sem er persónulegastur þar sem að kannski fara fram innilegustu og hatrumustu skilmingarnar milli fólks og sen hengir hún yfir þessa ljósakrónu búin til úr grátandi vinglusum kannski að því að í þessum heimi er svo ofboðslega erfitt að gráta að aðeins heiminn getur grátið Tökum lyf til þess að geta gert það drekkum og renjum svo í öxlina og munum ekki daginn eftir Hvað er þetta? Munum á því að leika í svona nálægð eða upp á sviði það lítur að vera töluvert Já, Þið finnið hljótið að finna miklu meira fyrir áhorfendum Já, maður finnur mjög sterkt fyrir áhorfendum og það er óbúslega gaman að gera þetta í svona mikilli nálægð það er hættulegra fyrir okkur þú ert undir smásjá og leikurinn, þú getur leikið hann stórt og líka tekið hann alveg niður og það er mjög áhugavert, þetta fer svona nær kannski kvikmyndaforminu á stundum á meðan upp á stóru sviðum þá verður að stækka allar hreyfingar og sveifriði og allt þannig getur Hvernig er það? Ég veist þegar að sko þegar þið eru komin alveg það er kannski erfið moment og þið eru komin alveg ofan í fólk og síðan náttúrulega er þetta við búum í litlu samfélagi síðan þekkið náttúrulega oft fólk í salnum þú veist eða maður hefur líka séð á sýningum sko og þau byrjum að fá áhorfendur að fólk sem kemur á fremsta bekk er náttúrulega bara inn í leikritinu og fólki finnst það sko Ég talaði við konum daginn sem ég sá og ég hélt við hefðum bara í rauninni sko bara hálfparti gengi frá henni henni fannst þetta svo erfitt en hún sko fjall mig í faðm að því að hún fekk svo mikið svona katharsis útrás fyrir þú veist þetta var eitthvað sem var svo nálægt henni og að því hún var inn í því þá var þetta svo mikil upplifun en hún var svo passív og ég man að þú sagðir Þetta er reyndar sterk sýning sko það koma kaplar inn í það sem ég datt svona bara inn í sýninguna sem að, þú veist, eru náttúrulega töfraaugnablik í leikhúsi og tónleikum svona þegar maður finnst einleikarinn vera bara að spila fyrir sig ég veit ekki hvað ég datt svona mér finnst þetta samtalið ykkar vera ótrúlega sterk og hitti mig það getur verið bara að ég var að hugsa eitthvað sem var þannig eða eitthvað en þá gerðist þessi svona stóri galdur sem maður er alltaf að sækjast eftir í leikhúsi það er gott að heyra það er gott að heyra en ég held að maður sem leikari þá maður er einhvern veginn búin að þróa með sér sko einhvern hæfileika til að taka ekki eftir hver situr hvar sko Nei, svo framlega sem það er ekki bara fjölskyldumeðlim í hliðina það er að vísu erfiðara þegar maður þarf að sitja út í sal og eitthvað sest við hliðina og þess vegna baði maður að fá að sitja hans aftar en allir áhorfendur af því ég sagði við Þorleif sko ef ég sit hérna á frumsýningunni og svo bara allt í einu steppi bald við hliðina á maður það stuða með hans sko við munum svo mikið saman og svona þannig að ég fekk að færa stólinn minn aðeins aftur fyrir áhorfendarraðirnar inn í horn á frumsýningu og hver satt svo og hefði lent við hliðina nema Stefán Baldursson það er aðalega það sem hefði kannski stuðað mann mest en þegar maður er komin inn í arenuna þá bara hættir maður að taka eftir
Svo fyrir sumum áhurum þetta svo óþægilegt líka sko. Ég talaði við eitt sem að sagði ég held að þú hefði hort á mig og þá leit ég undan og því að hann vildi, þú veist, eins og við vilja ekki trufla sko. Það er nú þekktur sko ótti áhorfandans að leikarnir fari nú eitthvað að draga mann einhvern veginn inn í helviti sýninguna sko. Það var sem að var á tímabili að maður var eiginlega bara þorði valli leikhús fyrir svona 30 árum það var svo mikið í tísku En það er einhver síður sko maður öryggi að vera allavega 7. bekk og aftar En það er ákveðin galdur í því líka sem þú varst að tala sko að þú situr í salnum, þú horfir á sko, mörgur leiti bara verðandi leikar einhver leiti eins og skylmingaþrælar inn í svona aðstæðum og síðan horfur á viðbrögð annara við því og henni speglunin sem eiga sér stað að mörgur leiti tvöföld. Þú ert að spegla upplifun þína því sem þú sérð og þú ert að spegla upplifun hvernig aðrir upplifa það sem þú ert að sjá og sko og svona vonin með því að stilla þessu svona upp auðvitað líka að fólk upplifir meira og meira að það sé sko einn af þessum sem eru að þú ert að horfa á eitthvað sem það intím að þú ættir ekki að fá aðgang að því og það held ég svona ég held að náist á vonandi næst það að þú lítur að spyrja einhvern tímann má ég sitja hér þetta ætti þetta eiga sér stað bak við lukta dyr eins og þau eru alltaf að reyna síðan að gera verkinu sko. Ásthildur, skiptir það máli að vera í þessari nálægð? Í svona nánd ég bara tek undir allt sem að Hilmir sagði það er bara rosa gaman sko það gefur manni rosa mikið sem leikara að svona að því að ég skilur ég upplifi miklu meira í gegnum áhorfendunar þegar þeir eru bara með mér í rauninni bara inn í aðstæðunum þannig að það er mikið upplifelse sko það skiptir máli, já En leikar að tala mikið þetta og en áhorfendur sita þarna bara og þegja og horfa og reyna að vera stiltir og hvað er það sem skynjar? Erum við að senda frá okkur einhverja orku? Já, það er svona algjörlega. Ég meina, maður er náttúrulega leikhúsaskilur og maður finnur, þú veist, þetta er náttúrulega ekki neitt nema bara orka. Við erum svo næmir listamenn, sko. Finnum fyrir orku. Svo næmir. Það myndi gera ráð fyrir það gerir fólk almennt líka þá. Ég meina, fólk þekki það að labba inn í herbergi og skynja orku. Já, en leikhús er líka einstakt að því leiti að þetta er eina listformið sem getur ekki átt sér stað nema í viðurvist áhorfenda. Þess vegna held ég að sýningarnar sem eru alltaf verða sterkari því meiri nánd sem er. Mér finnst sjaldnar sem að sér sko sýningu á stóru sviðunum sem að ná einhverju að því að það er eins og þær sé að fara að verða að reyna að vera nærði að vera eins og bíómynd eða sjónvarp eða eitthvað á meðan að litlu sviðin leyfa sér meiri nánd og svona. Það sé eins og að verða eitthvað svona aðskilnaður á milli. Sko. Það er allir konið með mikrofóna til þess að tjúna aðeins upp og þannig að það er bara eins og það sé að slitna einhvern veginn í sundur. Já, getur verið. Já. Ég man eftir einni sýningu í Þjóðleikhúsinu sem að mér sagði, akkur má ég ekki bara sitja þetta på sviði? Það er eins og ná einhverju þessari upplifun. Því að þetta drífur bara ekki til minn á 8. sæti. Það er bekk fyrir. Já, mér finnst mækarnir oft bara þælast fyrir sko, í sýningum sem eru þá ekki söngleikir eða slíkt sko, og býr til einhverja auka fjarlægð stundum og maður heyrir bara í mækunum en ekki í leikurunum sjálfum. Ég ætla að mækarnir líka þeir koma sko úr annari átt sko, þú ert að horfa mannesku tala en hljóðið berst frá hljóðum sko. Það er náttúrulega bara mjög eitthvað sem ætti að vera að fara mjög svona það þarf að fara mjög varlega og vandlega stundum er þetta gert bara til þess að kannski svo skrúa bara upp svona eins og 10% Já, en það bara eins og Hilmir sagði áðan þú veist, það snýst að senda það út sko og og auðvitað það krefst auðvitað líka einhvers konar leikform sem leyfir það. Þú getur ekki leikið í algjöru naturalisma en neyðast til að tala bara hærra. Það verður þá svo skrítið. Þannig að leikformið á sviðinu þarf að endurspegla það að leikarinn þarf þá að senda og ekki bara 8. bekk, hann þarf að senda út á 16. bekk sko. Og ekki bara frá framsviðinu heldur frá baksviðinu sko. Og til þess þarf við einhvers konar leikstíl sem leyfir það Þetta er eiginlega alltaf sko þegar leikar að koma frá æfingasal og niður á stóra svið þá kemur alltaf hrun
af því að það allir búin að leika smærra og svo koma þær hann niður og það allt tínt, allt sem við gerum ónýtt við þurfum að byrja búin eitt stækka allt þegar maður kemur á stóra svið, þetta alltaf sama saga. Já, og verður erfiðar að því dýpra svo ferð inn á sviði líka. Já. Það eru sýningar, þú hefur sett upp svona sýningar það sem bara allt alveg inn í vegg, sko. Já. Og það hlýtur að vera flókið og erfitt. Já. Ákveð tilengið að færa þá bara sviði nær? Nei, síðan eru svið, leikhúsbyggingar eru náttúrulega hannaðar með hljómburð í huga líka, sko. Og ég meina það er dæmis, Þjóðleikhúsin er dæmis auðveldara að því leyti að því að salurinn er þrengri að rýmiðin á sviðinu verður næstu því eins og mikrofót þannig að það er ekkert sérstaklega erfitt að tala aftast á sviði Þjóðleikhúsins að því það er þannig ef það er bara í sínu náttúrulega formi þá legur setur eitthvað á það setur annan kassu upp á sviði eitthvað þá er hljómburinn farin þetta er trikk en það er með svo í Bayreuth ég fekk bara svona túr af því að það eru bara dauða staðir inn á sviðinu og ef þú þekkir þá ekki já, og það er alveg sérstakt að framsvið er algjör dauði þú veist að þú verður að það er best þar er svona 2 metra bak við portalið og það er því að kemur ekki líka músíkin jú, því að tónlistin er því að hann vildi ekki að ljósið úr gryfjunni varpaðist upp á svið þannig að hann byggði hljómsveitargryfjuna langt undir svið og hún er svona eins og göng þú ert komin á mikið dýpi undir mitt svið og síðan er svona kurva efst þannig að hljóðið kemur fer upp á sviðið, skellur í bakveggjónum og kemur út og einn af söngurunum sem hefur sungið mikið hann sagði að munurinn á þeim sem lifa af á þessu sviði þeim sem gera það ekki er að þú mátt ekki fylgja hljómsveitarstjórnum því hann er sekundu broti á undan ég þurfti að bíða eftir að hljómsveitin að tónarnir skelli og þú þarft að lenda ofan á þeim þegar þeir eru að fara út ekki þegar þeir eru að koma inn en það eru líka svona dauðastæðir í Þjóðleikhúsinu og í Borgarleikhúsinu á stóru sviðunum sem maður bara varð að læra á Herðu, til hamingi með þessa sýningu með að þú vera sterk og öflug og ég var nú að velta fyrir svona erindi og svona, hún var fullt erindi gott að sitja þarna og horfa á ykkur góðu leikur það er náttúrulega að við erum með svona aðalburðarullunar hérna en síðan eru aðra personur eru hafðar í svona í öðru hlutverkum en eru ná samt að vera svolítið skýrar en eru sumar koma inn og eru að gefa okkur svona relíf fyrir allri dramatíkinni sem þessi þrjú bolva yfir okkur. Já, aftur bara eins og í góðu tónverki. Þú getur ekki bara verið í dramatískum arium, þú verður líka að vera með kontrapunktana og án kontrapunktana og það sem var alveg magna við þetta ferli var að þótt að séu svona 3 alveg óbúslega stóra rullur að þá hef ég sjaldan upplifað hóp sem er jafn mikið saman og þegar sitja allir inn í allan tíman og ég fann oft svo fyrir þakklæti að því að það er mörguleiti erfitt að sitja kannski 1,5 tíma áður en það kemur að þér og þarf síðan að koma inn og keyra senu áfram og hafa mörguleiti minna materiál en þess vegna var svo magnað að varð til einhver ofboðsleg svona innri listrætt kraftur sem að allir gátu gengið að samheldin hópur það var það Herðu, takk fyrir komuna að ræða Köttur og heitu blikkþæki Þorleifur, Sigurður, Hilmir og Ástöldur Takk fyrir. Við höldum hérna áfram við rauðaborðið reyna að skilja heiminn sem við lifum í næsti kafli er eftir augnablik Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu